Sælveri, góðan daginn og velkomin á þessa kynningu á uppgjöri Kviku fyrir þriðja ársfjórðung. Þetta verður með hefðbundnu sniði hjá okkur í dag. Ég ætla að byrja aðeins að gefa svona smá yfirlit yfir reksturinn á þriðja fjórðungi. Eiríkur ætla svo að koma og fara betur yfir tölunar og nánar og greina þær aðeins og svo ætla ég að koma aðeins í lokin og tala nokkra mínútur svona hvað framundan hjá okkur, hvað í gangi í samrunaviðræðunum og hvað svona framundan í rekstrinum eða hvernig við sjáum stöðuna. En ef ég byrja bara að draga saman afkomuna á fjórðungnum þá var hún prýðileg. Hagnaður fyrir skatta var tæplega 970 milljónir sem 9% aukning milli ára. Það í raun og veru þessi umtalsverða aukning í vaxtamun sem hefur mest að segja aukninguna og það hefur svona verið aðeins sagan í ár. Við erum komið svona á, held ég með að segja aðeins annar level hérna í vaxtamuninum sem stafar að bæði stækkun lánabókar og svo hefur svona orðið hægraði í fjármögnuninni. Þóknanir og fjárfestingartekjur taka eins og litlum breytingum milli ára og þetta svona sigla frekar ligna sjó í bestu falli og þetta endurspeglar í raun hjá okkur mjög svona, ég held maður verið bara að segja frekar dabrar markaðsaðstæður. Það síðan óvenju mikil hækkun á kostnaði milli ára sem nú óvenjulegt að sjá hjá okkur undanförnu en kostnaðar milli ára jókst tæp 17% en þetta endurspeglar ekki eitthvað sérstakt trend. Þriðji fjórðungur í fyrra var mjög sérstakur, það var óvenju lágur kostnaður í þeim fjórðungi af ýmsum ástæðum, það bara fjalli eiginlega ekkert til og var mikið tekið orlof og síðan kannski líka sem skipti dálítið miklu máli að í fyrra þá var TM að borga hluta af kostnaðinum sem var dregið í raun og veru frá heildarkostnaðinum. Það ekki lengur, við höfum alveg farið í gegnum niðurskurð og kostnaðarminnkun á móti því en það situr alltaf eftir slatti af þeim kostnaði sem útskýrir þetta. Þetta enda með því arð sem efnislegu eigið fyrir tæplega 18% og það aðeins undir okkar markmiðum og í mínum huga þá þetta tvær ástæður fyrir þessu. Í fyrsta lagi þá þessar markaðsaðstæður, sérstaklega á innlendum hlutabréfamarkaði, bara frekar bágar og það hefur áhrif á nokkrum sviðum hjá okkur. Þannig að undir það sem við erum að taka þóknanir í eignastýringu, markaðsviðskiptum, að einhverju leyti fyrirtækjar og svo hefur þetta líka áhrif á fjárfestingartekjur. Og þetta hefur, þó við séum búin að auka rosalega mikið vaxtatekjurnar, þá þetta munar aðeins þetta þegar það svona aðeins lágskýjað. Hin ástæðan að við erum með gríðarlega hátt eiginfjárhlutfall. Við í dag 5% yfir, með 23% 5% yfir því sem okkar sem við eigum að vera með eða sem þetta reglubundið sem FME setur okkur. Og síðan von á þessari innleiðingu á CRR3 löggjöfinni og þá erum við komin í raun og veru í 8–9% yfir. Og þetta auðvitað einhver staða sem verður ekki til lánstíma og við auðvitað ætlum að breyta annars vegar með stækkun lánabókar áframhaldandi og svo munum við eflaust líka á einhverju tímapunkti byrja að greiða meira út til hluthafa. Samrunaviðræður við Arion ganga síðan vel. Áreiðanlega könnunina lokið og góður gangur í forviðræðunum og ég fer aðeins betur yfir það á eftir. Nú ef ég fer aðeins yfir sviðin þá var, ég held ég megi segja að bara gengi prýðilega hjá öllum sviðum. Þetta aðeins mismunandi, bara á flestum sviðum að ganga vel en þau eru svona kannski verða mismikið fyrir þessum frekar döprum markaðsaðstæðum. En á viðskiptabankasviði var bara mjög góður gangur og þar vorum við að sjá mestu stækkun lánabókar af öllum sviðum og það náttúrulega auðvitað út af íbúðalánunum. Mikið af þeim voru í raun og veru samþykkt á öðrum ársfjórðungi en það tekur alltaf dálítið tíma að koma þessi gegnum þinglýsingar og veita lánin þannig að það var mikil stækkun á þriðja ársfjórðungi en þetta verður síðan aðeins rólegra núna væntanlega í fjórða vegna þess einfaldlega að við, eins og ég stundum bent á að við getum bara tekið við ákveðið háum fjárhæðum að íbúðalánum og höfum svona reynt að stilla verðlagninguna af þannig að þetta sé bara sá vöxtur sem við viljum sjá.
Aðrar lánabækur sýndu bara ágæta vöxt og það líka mjög góður vöxtur í auðarinnlánum á fjórðungnum. Síðan má kannski bara nefna það með Straum að yfirfærsla viðskiptavinna frá Rappi til Adyen nú á lokastöðum og hefur bara gengið ágætlega og við erum svona við það að vera þá búin að færa alla færsluhirðinguna þangað yfir. Afkoma á fjárfestingarbankasviði var prýðileg. Það hefur verið bara góðu gangur í fyrirtækjaráðgjöfinni á árinu. Við náttúrulega vorum í svona smá viðsnúningi árin 2 á undan, myndi ég segja, eftir mikla breytinga þar. En þetta hefur verið mjög gott ár í fyrirtækjaráðgjöf. Þau hefur verið með mörg náttúrulega stærstu verkefnum ársins framan af ári og þessi síðasti fjórðungur þó hafi engin stór verkefni verið. Þá voru bara mörg mjög góð verkefni sem voru að klárast og fjórðungur var mjög fínn. Þessir erfiðu markaðir hafa eins og gert okkur erfitt fyrir í markaðsviðskiptunum. Það bara minni umsvif þar sem hefur auðvitað áhrif á þóknana, myndun og stærð framvirkubókarinnar hjá okkur. En lánasviðið hefur síðan gengið mjög vel á árinu, talsvert yfir áætlun þegar kemur að vexti. Þar kannski erum við aðeins farin að finna eins og ég held að flesti bankarnir fyrir þessu efnahagsumhverfi sem þannig að það svona, fólk aðeins farið að halda sér höndum. En við erum nú í þeirri aðstöðu að vera með frekar litla markaðshlutdeild þarna, þannig að ég held að við höfum nú alveg væntingar að við höldum okkar vaxtaplönum á næstunni. Við höfum líka náttúrulega fundið vel fyrir lokum markaðsaðstöðum í eignastýringu. Það erfitt að auka eignir í stýringu og árangursstóknanir sem oft hafa verið umtalsverðar hjá okkur hafa bara verið mjög litlar. Fjórðungur var eins og ágætur og eignir í stýringu jukust 6 milljarða. Og við vonum bara og bíðum eftir að markaðurinn snúist, það hlýtur að koma því einhver tíman, þó það hefur nú ekkert bent margt til þess undanfarna daga. Í Bretlandi síðan heldur áfram að ganga mjög vel og það alveg sama hvort horft til lánastarfseminnar eða eignastýringastarfseminnar, það sem verður fyrst og fremst í framtakssjóðaverkefnum. Vöxtur lánabókarinnar var reyndar í krónutali svona verið frekar rólegur á árinu og reyndar í pundum líka en styrking krónunar gerir það verkum að vöxturinn í krónum eins og við sýnum hann ennþá minni. En þetta hins vegar búið að vera í raun og veru mjög mikið í gangi síðustu mánuði en það alltaf skila sig núna í síðasta fjórðungi. Þannig að við munum sjá talsverðan vöxt í lánabók út í Bretlandi á síðasta ársfjórðungi. En vaxtamunur hefur verið mjög góður og niðurfærslu lána í lágmarki sem hefur svona verið dálítið sagan undanfarið líka. Við erum síðan á síðustu metrunum að ljúka fjárfestingu númer 2 í Hörpu. Og það svona ágætt dæmi það sem við sjáum fyrir okkur að gera meira af að það sem að fjárfestingin Hörpusjóðurinn að taka ákveðin hluta í ákveðinu verkefni en við erum líka að taka að okkur að selja niður 10 milljón pund eða rúmlega 1,5 milljarð niður til fjárfesta sem eiginlega lokið og gekk frábærlega vel enda verkefnið mjög flott sem við erum að selja niður og þetta líka leið til þess að auka eignir í stýringu þó við séum ekki að reisa sérstakan sjóð. Já, og nú ætla ég bara að kalla á Eirík til að tala reikningar. Komið sæl, ég ætla að fara yfir með ykkur yfir uppgjör 3. ársfjórðungs og fyrstu 9 mánuði ársins. Og ef við skoðum byrjum á 3. ársfjórðungi og kannski það sem kannski markverðast að hvað það áframhaldandi vöxtur í vaxtatækjum og það rétt tæplega 3 milljarðar króna, aukast 524 milljónir króna milli ára. Þóknanatekjur, þær eru tiltölulega óbreyttar á milli ára og sem var eins og Ármann fór yfir rétt á hann. Aðrar rekstrartekjur, þar með talið fjárfestingartekjur, að lækka aðeins á milli ára. Í heildina þá eru rekstrartekjur þá komnar í tæplega 4,9 milljarðar úr 4,4 og eru aukast 400 milljónir á milli ára og bara talsverður vöxtur í heildar rekstrartekjum. Rekstrarkostnaður, hann eykst á milli ára og ég ætla kannski bara að fara betur yfir það seinna í kynningunni, hvað ástæði fyrir því. Það svona aðeins eins og Ármann rakti en við viljum fara aðeins betur yfir það. Virðisrýrnun, hún lækkar á milli ára. Ég sjálf segja engin stór mál sem hafa komið upp og eru sjálf sér bara í góðu horfi þarna og litla breytingar á virðisrýrnunum og afskriftum vegna útlána. Já, og hagnaður fyrir skatta þá 1969 milljónir, samanborið við 1813 milljónir fyrra, eykst þarna 150 milljónir, 156 milljónir milli ára og hagnaður eftir skatta 1472 milljónir, samanborið 1498 milljónir króna árið áður.
Ef við skoðum svo 9 árin þá svona sambærilega sög að segja þetta vaxtatekjurnar eru að aukast. Það eru konur hérna í tæplega 8,8 milljarða yfir árið, samanborið við tæplega 7,2 milljarða á sama tímabili í fyrra, aukast þarna 650 milljónir. Þóknanatekjur, þær eru 5 milljarðar á árinu, eru að aukast tæplega 500 milljónum króna milli ára. Og það er aðalega vegna, og aukningin skýrist svona stóru hluta af verkefni sem í fyrirtækjaráðgjöf og öðrum fjórðungi og öðru því tengdur, aukningin sjálf. Aðrar rekstrartekjur eru 580 milljónir og dragast aðeins saman, en í heildina þá eru við heildar rekstrartekjur eru 14,4 milljarðar, samanborið 12,5 milljarðar árið áður og eru að aukast þetta rúmlega 1900 milljónir. Rekstrarkostnaður 8,8 milljarðar, samanborið við 7,7 milljarðar árið áður. Virðisýrnun, fyrstu 9 mánuði, hún er líka að lækka 340 milljónir, samanborið við 514 árið áður. Á fyrsta ársfjórðungi þá tókum við sérstaka endurmat á skilyrtri skuld. Þetta er aðalega vegna kaupa á eftirstæðum hlut stofnenda Ortusar. Það voru 593 milljónir. En heildar hagnaður fyrir skatta er því meðtöld er 4.695 milljónir, samanborið 4,2 milljarða árið áður, að hækkun upp að tæplega 500 milljónir. Það var náttúrulega á fyrsta ársfjórðungi þá kom á þessu árið þá kom inn þessi gjaldfærsla vegna skilyrtar skuldar, en svo voru einnig nokkra gjaldfærslur sem að tengdust í að TM var að fara úr samstæðunni og í heildina voru þetta tæplega 900 milljónir sem að tekið þarna fyrsta ársfjórðungi, sem er sannarlega einskiptiskostnaður. Og að því frátöldu þá væri hagnaður fyrir skatta 5,6 milljarðar sem væri þá 32% aukning á milli ára. En rekstrarreikningurinn lítur samt svona út og er 500 milljóna króna hækkun þarna. Skattar, þeir eru aukast aðeins á milli ára, það er bæði bætt afkoma og sérstaklega í skattalegu tilliti. Mikið af þessum einskiptisliðum sem voru á fyrsta ársfjórðungi er ekki frádrátt bæri frá skatti, og svo koma líka eru aðrir þættir eins og afkoma af hlutabréfum mynda til dæmis ekki skattstofn og það er bæði, þannig að það hefur áhrif á hvernig tekjuskattur reiknast. En hagnaður eftir skatta er tæplega 3,1 milljarður, samanborið við tæplega 3,2, lækkar aðeins á milli ára, og það skýrist þá eins og áður segir af þessum einskiptisliðum á fyrsta ársfjórðungi. En hagnaður samstæðunar með TM á fyrsta ársfjórðungi er tæplega 5 milljarðar, samanborið 4,7 milljarðar árið áður, sem er aukning upp á 300 milljarðar. Nú ef við skoðum vaxtamuninn og vaxtatekjur, þá eru vaxtatekjur að aukast á milli ára 500 milljónir, og það er bæði vegna stækkunar og efnahag og sem á hagstæðari fjármögnunarkostnaðir sem er svona að keyra þetta áfram. Vaxtamunur á vaxtaberandi eignum er hérna í 4%, sem er bara sambærilegt á fyrri ársfjórðungum og aukning frá því á sama tímabili fyrir ári síðan. Þið sjáu hérna á neðri myndinni að tekjusíðin eru heldur að auka við sig í vaxtatekjum. Þið sjáu hérna að breska starfsemin er núna með 630 milljónir í vaxtatekjur, reyna vaxtatekjur, samanborið við tæplega 400 milljónir áraður. Og fjárfestingabankin er sömuleiðis að aukast úr tæplega 500 milljónum í rúmlega 750. Á móti kemur aðeins smá lækkun í fjárstýringu, meðal annars vegna hárra lausafjárstöðu og annarra slíkar þátta. Þóknanatekjur, þær eru bara stöðugar á milli ára, og eins og við sjáum hérna á neðra grafinu þá eru þær svona í kringum 15-1600 milljónir á hverjum ársfjórðungi. Voru hærri á öðrum fjórðungi sem skýrist af tekjum af verkefni í fyrirtækjaráðgjöf, svona stórum hluta, stærsta einstaka skýringin. En annars er þetta í sjálfu sér litla breytingar á milli ára og einhverju leyti þá kannski skýrist þessi litla breyting af því að það er í sjálfu sér ekki miklar breytingar á veltu og umfangi á verðbréfamörkuðum og öðru slíku sem hefur hér áhrif.
Aðrar rekstrartekjur og sérstaklega fjárfestingartekjur, þær eru hann að lækka á milli ára, voru 474 milljónir í fyrra en eru núna 338 milljónir. Og þetta er aðalega fjárfestingartekjur sem er hann að lækka lítilega, lækka eitthvað á milli ára. Voru sæmilega fjárfestingartekjur bæði í Bretlandi sem og í markaðsvæktinni hérna á Íslandi. En einnig fyrir árið síðan. Rekstrarkostnaðir. Kostnaður hann eykst 396 milljónir krónur á milli ára úr 2,3 milljörðum í 2,7 milljarða. Það er rétt sem Ármann segir að þriðji ársfjórðungur í fyrra var svona sérstakur að því leyti að kostnaður var mjög lágur í þeim ársfjórðungi. Þriðji fjórðungur er alltaf lágur en það svona fjall allt með okkur á þriðja fjórðungi í fyrra og var langlægsti fjórðungur í kostnaði það árið. En enga síður þá er kostnaðurinn aukast 396 milljónir eða tæplega 17% á milli ára og tæplega helmingurinn af þessari kostnaðarreikningun er tilkomin vegna brotthvarfs TM og það var þannig að við vorum að TM tók þátt í hluta af samkostnaði og var þeim kostnaði eytt út á móti kostnaðarliðum í rekstrarreikningi hjá Kviku og ef við leiðréttum kannski fyrir þessum áhrifum þá sjáum til dæmis að launakostnaður hann er aukast 12% en ef við leiðréttum fyrir þessum TM áhrifum þá er þetta í kringu 7% hækkun á milli ára. Bankinn er áfram í kostnaðar, hefur mikinn augast á, er með mjög mikið fókus á kostnaði og það sést til dæmis bara vel í því að starfsmannafjöldi er svona stendur í staði heldur að lækka á milli ára. Þannig að við erum ekki verið að auka kostnað. Þetta er aðalega vegna þessara breytinga, vegna hvernig TM kemur inn í reikningin. Og þetta var í sjálfu sér líka á öðrum fjórðungi, áttu við, en þetta bara kemur sterkar fram núna vegna samanburðars við fjórðungin í fyrra. Efnahagsreikningur, útlandi viðskiptavina, kannski helst að hvað breytingin hér er að útlandi viðskiptavina er að aukast, fara á 146 í 195 þannig á milli ára. Svo er hann að gráa súlan hérna til vinstri sem er eignir haldið til sölu, það er náttúrulega farið út, það er sem við seldum tryggingafélag og borguðum mest af á fyrsta fjórðungi og borguðum mest af andverðinu út í stóran hluta af andverðinu út í jarð en enga síður er stærð efnahagsreikningin nokkuð óbreyttur á milli ára og er það þá aðalega vegna þess að við höfum verið að stækka lánabókina á móti sem er í samræmi við okkar stefnu. Lán til viðskiptavina þau eru að aukast þarna úr 146 fyrir ára síðan í 195. Mesta aukningin núna á milli fjórðunga er vegna íbúðalána, semst auður heima sem við byrjum með á öðrum fjórðungi, í loka annars ársfjórðungs og það bara hefur gengið mjög vel og við erum komin í 21 milljarða af íbúðalán. Aðra lánabækur, það er aukning á fyrirtækjasviði hér á Íslandi, þar er stækkun, lán til við fasteignum er að aukast úr 34 í 44 og aðri lánaflokkar til samræmis. Það er minni breyting á lánum í Bretlandi og það er bæði vegna þess að sjálfur sér hefur verið hægur vöxtur bara í pundum en svo er gengistyrking líka unnið gegn þá stækkun í krónutalið. En eins og Ármann sagði þá er það þannig að það eru verkefni sem eru í gangi núna og við eigum von á því að það verði einhver stækkun þarna á fjórðungi. Þannig bara sjálfur sér skuldalefnar, ég ætla sjálfur sér búin að ekki að fara yfir þetta. Það er kannski helst að hvað innlánin hafa aukist, við horfum 1 ár aftur í tíman. Gæði eigna, það er sjálfs lítið að frétta þarna. Þetta er bara lán á stigi 3, er hann 2,6% af útlánum. Það hafa lækkað frá því fyrir árið síðan, en svona milli fjórðunga er þetta stöðugt.
og það er sjálfsög enga markverða breytingar hérna á milli fjórðunga í þessu og við sjáum í rauninni enga breytingar sem að benda til versnandi eignagjæði okkur. Þráttur kannski að einhverja blikur á lofti í efnahagslífinu en við erum ekki farin að sjá það ennþá. Innlán hafa aukist aðeins yfir síðastliðið ár. Innlán til viðskiptavina sem hérna neðsti hlutin á súlunni hérna til vinstri tók þarna smá dýfu eftir útboð Íslandsbanka. Þá voru svona einstaklingar sem tóku út og keyptu hlutabréf en það er búið að jafna sig aftur og við erum aftur komin svona í hæstu gildi hvað þetta varðar. En í heildina þá er þetta bara nokkuð stöðugt og náttúrulega mikilvægasti þátturinn af fjármögnun bankans. Lán to deposit hlutfall, lán sem hlutfall af innlán, það er að hækka eins, það sem að útlán er að aukast meira heldur en innlán og er í 110%, en þetta hlutfall er samt hóflegt með að hvað við sjáum hjá öðrum fjármálastofnunum, bæði hérlendis og á Norðurlöndunum. Fjármögnun, við höfum aðeins verið að breyta fjármögnun hjá okkur. Við fórum á öðrum fjórðungi, þá fórum við í skuldabréfaútgáfu í evrum fyrir 200 milljónir evra sem gekk mjög vel og notuðum andvirði af því meðal annars til þess að greiða upp svona skuldir sem við vorum með í tengslu við bresku starfsemina í Bretlandi og fórum í það núna á þriðja fjórðungi og þess vegna lækkar þarna á milli fjórðunga markaðsfjármögnun. Við fórum kannski rétt að geta þess að við sjáum hérna endurgreiðsluprófílinn að þá erum við 30.9. þá vorum við með 23 milljarðar sem voru að gjalda á næsta ári. Núna í upphafi október þá keyptu tilbaka 10 milljarða af skuldabréfum í sænskum og norskum krónum og hefur þess vegna endurgreiðslubyrði næsta árs lækkað til muna. Og þetta voru skuldir sem voru sem er að gjalda í maí á næsta ári og voru á cirka 400 punktum yfir millibankavöxtum en við notum semst að fjármögnun sem fengum inn á 250 punkti til að greiða þetta niður. Þannig að þetta hefur í sjálfu sér jákvæð áhrif svona yfir tíma á vaxtamun. MREL hlutföll og svona fjármögnun hlutföll, þar eru við bara gríðarlega sterk. Við erum með 50% MREL hlutfalli samanborið við 28% sem er kröfur eftirlitsaðila og sama þetta óvogaða MREL hlutfall, þar eru við langt fyrir ofan, erum með 33% samanborið við 6% kröfu. Og svo kannski með lánshæfiseinkunnina, við erum með mjög sterka lánshæfiseinkunn BA2 frá Moody's og hún og Moody's er með skoðun að hækka þá einkunn og það kom til vegna fyrirhugaðra samruna við Arion. Þannig að við erum á til skoðunar að hækka matið á okkur vegna þess. Þannig að þetta er allt gríðarlega sterkt hérna. Lausafjárhlutfall er 659% og það skýrist af skuldabrútgáfunni sem fórum í lok maí í evrum og við höfum verið að endurgreiða lækka aðrar skuldir á móti og fórum, eins og ég sagði á hann, í frekar aðgerð í byrjun október. Þannig að þessi hlutfall eru nær því sem við sáum áramótin síðustu eða fyrsta ársfjórðungi. Það er svona kannski það sem er nær því að vera svona raunreiti hjá okkur núna. En við erum einnig að nota náttúrulega andvirði af skuldabrútgáfunni í að styðja við vöxt í Bretlandi og annað slíkt. Eiginfjárstaðan, hún er firnasterk. Við sjáum hérna eiginfjárhlutfall þáttar 1 eða CET1 hlutfall hérna vinstra megin, það er 20%, samanborið við 12,9% kröfu, en svo eiginfjárhlutfall eins og það sett fram í lögum fjármálafyrirtæki, það er 23% og krafan er 17,9%. Okkar markmið er að vera 2-4% yfir mörkum eftirlitsaðila. Við erum núna í 5,1%.
og það svona stefnan og svona á komandi misserum að færast innan þessara 24% marka. Það fyrirhuguð innleiðing á þessari CRR3 löggjöf, tilskipun, reglugerð frá Evrópusambandinu. Við það að óbreyttu þá munu áhættuvegna reiknir lækka 14%, sem að þýðir það að eiginfjárhlutfallið mun hækka hátt í 4%, á milli 3,5 og 4%. Þannig að þetta verður alveg gríðarlega sterkt þegar það komið inn líka. Þannig að sem verður þá nýtt til vaxtar og væntanlega til endurkaupa og arðgreiðslna og annað slíkt. En aftur, þetta kannski svona, já, þetta mjög sterkt í öllu tilliti og kannski einn helsti styrkleiki þegar kemur að lánshæfiseinkun og öðru slíku. Markmiðin okkar, fjárhagsleg markmið að vera með arðsemi eiginfjár yfir 20% svona yfir tíma. Við erum núna í 17,8% þriðja ársfjórðungi og erum í sambærilegri arðsemi líka yfir árið þegar leiðrétti fyrir þessum einskiptisliðum sem ég fór yfir áðan sem komið til á fyrsta ársfjórðungi. Þannig að við erum svona á góðri leið. En það eru nokkrar aðgerðir, það eru til þess að ná yfir 20% þá þyrftum við að vera með sterkari, myndi ég segja, þóknunartekjur og svo líka það að vera með skilvirkara eiginfjárhlutfall, að það verði innan 24% markana sem ég nefndi áðan. Og það kemur náttúrulega inn á þarna fyrir neðan að við erum 5,1% yfir mörkum eftirlitsaðila en svona 24% það sem við teljum vera rétta bílið. Og svo þriðja þá ætlum við að greiða 25% hagnaði eftir skatta í arð og erum að gera ráð fyrir því öllum okkar plönum. Þá hef ég lokið yfirferð yfir reikninginn og Ármann ætlar að koma hérna og tala aðeins næstu skref á framtíðina. Já, það hefur náttúrulega, það hefur auðvitað verið mikil umræða undanfarið það blikur sem á lofti í efnahagslífinu hér heima og það svo sem hefur gerst aðeins hratt og svona komið á óvart að mörgu leyti en og það gengur hægt að koma niður verðbólguvöxtum, við sjáum það, þó ég held að flestir séu nú vonast til þess að vextir lækki með við stöðuna á næsta fundi. En það að koma neikvæð tíðindi úr stóriðju, það svona óvissa á fasteignamarkaði vegna þessara íbúðalána og svona, en ég held eins og það svona að mörgu leyti stendur náttúrulega íslenskt efnahagslíf samt sterkt myndi ég segja, en það svona blíkur á lofti og það sem held ég jákvætt fyrir okkur að kvika held ég að maður getur bara sagt í ótrúlega góðri stöðu til þess að ná þessum markmiðum sem við höfum verið að setja fram gagnvart markanum á fjárfestadegi og í kynningunum okkar þrátt fyrir þetta umhverfi og það bara vegna þess að það bara flesta ganga vel hjá okkur, það gengur mjög vel að stækka lánabókina, þess að við erum að enda árið væntanlega einhvers staðar í kringum það hafa aukið lánabókinu 50 milljarða sem var í samræmi við það sem við kynntum þannig á fjárfestadaginn í lok árs 24 og þetta hefur bara verið nokkuð veginn á öllum lánasviðum. Þetta misjafnt eftir ársfjórðungum, stundum kemur eitt svið og að ganga mjög vel á einu sem ársfjórðungi og rólegar á næsta en þetta og svo kemur eitthvað annað inn á næsta fjórðungi en þetta bara gengur mjög vel og vaxtamunur áfram að vera góður hjá okkur eins og Eiríkur nefndi áðan þá fórum við að kaupa tilbaka hluta skuldabréfaútgáfu okkar út í Skandinavíu sem var á mun hærri vöxtum heldur við vorum að borga á nýrri útgáfu þannig að við erum að endurfjármagna aðeins óhagstæðari erlend lán þurfum að taka vantarlega smá one-off hit á það í næsta fjórðungi, í þessum fjórðungi en vaxtamunurinn að verða mun betri á móti og síðan þetta, að við erum að fá aðeins meiri vöxt eins og síðasta ársfjórðungi í Bretlandi sem hefur verið aðeins afturþungt að það mjög arðbær vöxtur vegna þess að það mikill
munar á vöxtum sem við fáum á laust fé í erlendri mynt og það sem við erum að lána út á. Þannig að það hefur mjög jákvæð áhrif á vaxtamun. Við erum líka bara að sjá að það er mjög verðmæt áhættudreifing að vera í Bretlandi og með öfluga starfsemi þar og ekki vera bara á bundi við Ísland og við erum bara frekar bjartsýn á áframhaldandi vöxt þar, bæði í lánabókinni og svo í þessum umsvifum sem eru í eignastýringunni og í þessum framtaksfjárfestingum okkar þar. Það bara lítur mjög vel út. Síðan eins og Eiríkur nefndi, eiginfjárstaðan okkar auðvitað bara gríðarlega sterk og það er mjög góð hagnaðarmyndun í bankanum þó við séum auðvitað stefna í að hagnast enn meira og við höfum hætt endurkaupum í bili allavega, þannig að það að safnast mjög mikið eiginfé upp í bankanum, þannig að þetta er gríðarlega sterk eiginfjárstaða og við ætlum að reyna að nýta hana í útlánavöxt og nýta það eiginfé betur og líka koma því sem við getum ekki nýtt til hluta og gerum það á næstunni. Lausafjárstaðan einstaklega góð og eftir endurkaupin á skuldabrjónum í Skandinavíu þá þessi endurgreiðsluprófíll eins og þið sáðu hana áðan á næstu árum, hann mjög hagstæður. Við erum ekki með neina stóra risa gjalda á næstu 4 árum. Og svo það auðvitað þannig að þó það hafi verið smá stökk milli ára í síðasta ársfjórðungi mikið kostnaðaraðhald í gangi. Við höfum fækkað fólki á árinu og við erum alveg að sjá að þetta gengur alveg eftir sem við vorum að kynna í fyrra, að við getum án erfiðleika auki tekjumyndu, stækku lánabækunar og auki tekjur án þess að verði til samsvarandi kostnaðarauki og þetta mun smá saman auka arðsemi okkar jafnt og þétt. Nú í lokin bara aðeins samrunaferli sem eflaust margir að hugsa og ég held að mig segja bara að samrunaferli gangi mjög vel. Við erum auðvitað að gera þetta þannig að við erum í forviðræðum við samkeppniseftirlitið og við erum að klára áreiðanleikakannanir. Það eru þessi 2 mál sem hefur verið mest púðursett í og áreiðanleikakannin bara hefur svona gengið aðeins hægar en við ætluðum en að klárast og við hefum ekki vonað á neitt merkilegt koma upp úr því hjá hvorum aðalagum sig. En að mínum mati hefur síðan bara verið mjög góður gangur í þessum forviðræðum við samkeppniseftirlitið og það sem jákvætt að manni finnst allir, báðir bankarnir og samkeppniseftirlitið vera samstíga að reyna að gera þetta vel og gera þetta eins hratt og hægt En markmiðið náttúrulega með forviðræðunum að fá svar sem hægt að byggja á og það þýðir að það þarf að safna miklum gögnum, það þarf að taka mikið af fundum og vinna þetta ítarlega þannig að við getum fengið einhver svar sem við getum síðan byggt á. En sú vinna síðan, ef við gefum okkur að það svar verði jákvætt og við skilum síðan inn formlegri tilkynningu, þá nýtist öll þessi vinna sem nú verið að vinna í á fullu og ég held maður hafi raunhæfa væntingar til þess að ef að þetta gengur eftir og við skilum inn tilkynningu að formlega ferlið geti þá verið talsvert styttra heldur en ella. Þannig að þessar forviðræður nýtist í það. Og það auðvitað erfitt að segja eitthvað ákveðið tímasetningar en ég persónulega ennþá að vona að það liggi eitthvað fyrir megin við áramótin út úr þessum forviðræðum sem við getum byggt á. En ég segi það náttúrulega án ábyrgðar og það ekki bara í mínum höndum en eins og ég segi þá held ég að við höfum verið mjög ánægð hvernig burtséð frá því hver niðurstaðan verið, þá held ég að við höfum verið mjög ánægð með hvernig málið hefur verið unnið af hendi samkeppniseftirlitsins og við og Arion höfum líka náttúrulega bara lagt okkur fram með að láta þetta ganga vel. Já, ég held að svo disclaimerinn, Eiríkur ætlar að koma og lesa hann. Nei, en það komið að spurningum, þannig að ef þið eru með einhverjar spurningar á okkur, annarkotni eða báða, þá endilega. Ég skal fá að henda einn á okkur. Bara takk fyrir góða kynningu. Ég var með fullt af spurningum en þeir eru búin að svara þeim öllum. Mér okkur aðeins kannski bara henda okkur með að þeir aðeins undir arðsemismarkmiðinu. Við sjáum hérna stóru bankana, viðskiptabankana kannski vera aðeins yfir síðan sko. Þú veist, þú ert búin að nefna einhverja aðgerðir og svona, en hvenær það tíma, sjáum við kannski á næstu fjórðungum, þið náðu þessu markmiði eða hvernig komfort hafið þið fyrir því að
þið getið sýnt 20% pluss svona á. Já, ég myndi, þú veist, ég myndi, á nábyrjar þá erum við auðvitað bara komin á þann stað að við erum að reyna að ná þeim markmiðum á hverjum og einum fjórðungi. Þetta hefur verið aðeins undir eins og ég segi, við erum aðeins að það er bara, þú veist, við erum ekkert að fá neitt gefins. Maður má náttúrulega ekki vera væla og mikið heldur, sko. Af því að þetta gengur nú heila tekið mjög vel, en þið vitið þegar markaðinir eru ágætir, þú veist, þá bara, þú veist, svo miklu meiri þóknanamyndun og fleiri verkefni og betri fjárfestingartekjur og þetta allt svona dálítið í lágmarki, svo er maður alltaf að vonast til þess að það sé að fara að breytast, en eins og ég segi svona, undanfarna viku þá er maður nú eiginlega bara farin að ágjöra að þetta sé, þú veist, að versna ef eitthvað sko. En það kemur náttúrulega alltaf að því að eitthvað snúist. En burtséð frá því að þá held ég líka bara að við eigum alveg að þó þetta verði bara á svipuðu róli þegar kemur á þóknanamyndun, þá eigum við náttúrulega bara smá saman að komast í betri, að nýta betur eigið sem við höfum, og þessar stækkanir á lánabókunum alltaf að styrkja vaxtamunin. Þannig að erum við ekki svona sæmilega bjartsýnir á að við séum eiginlega bara að komast á þetta level, sko. Jú, það er þannig. Ég meina, það hefur náttúrulega mikið breyst frá því bara frá 23-24 eitthvað. Þú veist, í jarðsynni, og við bara sjáum það, sérstaklega hvað var að vaxtamunum og vaxtatekjur, að þær eru að aukast, lánabækurnar eru að stækka, fjármagnskostnaðir eru að lækka, og þetta allt siglir að þessu markmiði. Og svo eigum við að spila á hendi með það að ná fram skilvirkari nýtingu á eigið fé. Þannig að við höfum alveg náð yfir 20% í einstökum fjórðungum, þannig að við erum svona nálægt í og svona vonandi komast yfir línuna á komandi fjórðungum. Ég held að það sé algjörlega raunhæft, sko. Já. Og þetta, þú veist, það þarf svo lítið til þess að sveifla, þú veist, til þess að koma, þú veist, hvorum meginn maður lendir við 20%. Þetta eru einhver par hundruð þarna á fjórðungi eða eitthvað. En svo, þú veist, aðeins bara, þú veist, kannski aðeins bara búið að vera mjög flott uppgjör hjá bönkunum. Þeir eru kannski aðeins að hjálpa þeim sem að hjálpar okkur ekki, að verðbólgan hefur verið þrálát, það er að segja, og vextir háir, það er að segja þeir eru náttúrulega allir ramskakkir og langir í verðbólgu sem við höfum ekki verið, og eins, þú veist, svona háa vaxtastigið svona kannski er aðeins betra fyrir þá. En búið að vera mjög flott afkvæm með þeim, ég er ekki að tala það niður, bæði vegi. Ef maður einnig viðbútt, þannig að eins og þau nefndir, sko, þið kynntu þarna í fyrra, cirka ár síðan á fjárfestadeginum, það er tvöfalda lánabókina. Og það er svona gengið bara vel, og þetta er mikið náttúrulega svona íbúðalán og fasteigna tengd lán og svoleiðis. Þú veist, hvað sjáu þið svona munið drífa það sem eftir eða tvöfaldan frá því sem var? Hvaða svona sektorar eða hvaða flokkar lána munið svona? Ég ætla að endurtaka spurninguna. Já, það er spurt fyrir árið síðan þá kynntum við að við ætlum að tvöfalda lánabókina, og það er svona spurt hvaða sektorar og hvar við sjáum þessa stækkun koma fram. Já, lánabókin á þeim tíma var 150 milljarðar og planið var og er að hún verði 300 milljarðar í árslok 27, held ég að ég fari rétt með. Og við erum náttúrulega nálgast það núna og verðum væntanlega áramótin í kringum 200 milljarða, þannig að við þurfum að stækka við þurfum að stækka 100 milljarða á 2 árum, sem að við teljum nú alveg raunhæft verkefni. Það er í raun og veru bara að við séum með svipaða stækkun eins og var á þessu ári. Og eins og við kynntum á þeim tíma þá erum við náttúrulega bara aðeins að sjá vöxtin á nokkrum stöðum, og sérstaklega kannski mest, við erum í sjálfu sér að stefna vexti á öllum sviðum sem við erum á, en kannski mesti vöxturinn er þar sem að við erum kannski ekki með þar sem við erum með minnstu markaðshlutdeildina, og það er í húsnæðislánunum, það er út í Bretlandi, og það er í svona, hvað við segja, fyrirtækja og fasteignaverkunum, þá ekki til einstaklinga, þar sem við erum með á fyrirtækjamarkaði með frekar litla hlutdeild, þó að fyrirtækjalánin hjá okkur eru fyrst og fremst fasteignalán. Þannig að það er á þessum sviðum sem við erum að horfa á að vaxa, og við höfum bara fulla trú á við náum því. Það er mikil samkeppni á þessum mörkuðum alls staðar, en þetta hefur bara gengið vel hjá okkur.
kannski stokki hérna inn, við fengum nokkra spurningar frá Akkur. Ein spurningin að starfsmannafjöldi stendur í stað milli ára en launakostnaður eykst tæplega 15%. Getið þið útskýrt hvað að gerast þar? Já, kannski ég byrja að koma aðeins inn á þetta í kynningunni. Stór hluti á þessari breytingu vegna þess að TM var áður að taka þátt í samkostnaði. Og þetta kostnaði sem var alveg fyrir í samstæðinu, en hann kom bara annars staðar, hann kom undir liðnum eignir haldið til sölu. Þannig að til dæmis launakostnaður sjálfur reyndar að hækka 12%, en ef við leiðréttum fyrir þessum TM áhrifum þá það svona í kringu 7%. Og það kannski í línu við það sem að kostnaðaraukningin Þannig að þetta skýrist mjög mikið af þessum TM áhrifum og svo líka það að byrjunarpunkturinn í fyrra hann var mjög sterkur. Það ekki þetta. Nei. Já, það auðvitað, þú veist, við erum að reyna að bæði halda starfsmanna, þú veist, halda starfsmannafjölda í lágmarkið þannig séð og auðvitað halda eins og við getum aftur af launahækkunum, en þetta frekar starfsfólk, það krefst þess að fá launahækkanir, þannig að það verða óhjákvæmilega launahækkanir milli ára og þetta bara endurspegla það. Getið þið tjáð ykkur hvort og hversu mikill kostnaður hefur fallið til vegna samrunaviðræðna? Það bara mjög lítill kostnaður en það sem hefur fallið til. Þetta svona einhver lögfræði kostnaður í tengslu kostgæfnisathugun og annað slíkt, en mjög lítið af þessum kostnaður sem mun falla til þegar komið fram. Önnur spurning teljið þið að vendingar á húsnæðislánamarkaði muni hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á ykkar samkeppnisstöðu á þeim markaði? Já. Svona mín tilfinning, það náttúrulega dálítið óvissa í þessu. Mín tilfinning að hún mun ekki breyta miklu okkar samkeppnisstöðu. Náttúrulega það allir að, þú veist, það sem ég held að allir séu aðeins að reyna að finna út úr hvernig hægt að og við líka, það að finna út úr í hvernig maður getur í raun og veru tryggt sig fyrir því til langs tíma að það verði einhverjar breytingar í ytri umhverfi bankana sem verða til dæmis hækkun á bankaskatti eða hækkun á bindiskyldu eða eitthvað sem eykur þannig fjármagnskostnaðinn að bankarnir þurfi að í raun og veru hærri vexti af íbúðalánum eins og öðrum lánum til þess að bera þann kostnað. Ég held að eins og við erum núna í dag með okkar álag á stýrivexti á íbúðalánum eru 100-140 punktar ofan á sem í núverandi umhverfi bara ekki rosalega há arðsemi en samt nægilega arðsemi fyrir okkur. Og við erum bara að reyna að finna lausnir eins og aðrir bankar ef einhvað breytist í umhverfinu, hvernig hægt að bregðast við því. Og ég held að allir bankarnir mun í einhverju mynd væntanlega koma með einhverjar ráðstafanir sem á þá lund að það verði svona fallback vextir eftir einhver ár að vextir mögulega hækki á þessum lánum af því þetta þarf að vera skýrt fyrir neytandann. En að síðan verði þetta endurfjármagnað á vonandi bara sömu vöxtum ef ekkert hefur breyst í umhverfinu. En ég held að í raun og veru okkar staða verði bara keimlík eins og hún hefur verið og við reynum bara að stýra okkar verðlagningu þannig að við séum samkeppnishæf á því afmarkaða sviði sem við erum. Einnig viðbót markmið útlánavöxt sem áður hafa verið kynnt óbreytt eða tilefni til að endurskoða þau í ljósi mikils útlánavaxtar á árinu? Kannski ég byrja þessu að útlánavöxtur sem við séð á árinu, hann í samræmi við okkar áætlanir og í samræmi við þessar áætlanir tvöföldun á vexti. Þannig að ég held að við sjáum ekki tilefni til þess að breyta þeim plönum og rauninu það sem við settum fram á fjárfestadegi fyrir ári síðan það stendur allt ennþá. Enga breytingar á því. Þá held ég að sé allt komið hér. Einhver úr salnum sem vill bæta við spurningu eða? Ok, þá bara þökkum við kærlega fyrir.